það var svona þetta locker room spjall var rosa fyrirferða mikið á einhverjum tíma var rosa mikið verið að tala það finnst ykkur kallmenn almennt séð svona búin að taka sig saman í andlitinu ég veit það ekki alveg þú veist, ég held kannski að maður hafi ekki verið í nógu og toxic bara vinahóp fyrirfram sko en það sko locker room stemningi verður alltaf það sem kallar einir og koma saman og það rosalega mikilvægt fyrir kallmenn að koma og tala skít og fá aðeins útrás fyrir sér og því sem gangi það, ég veit ég held að það væri alltaf til þú veist þessi klefastemning og ég held að hún sem kallmennum mjög mikilvæg og ég held það sko það mjög áhugavert hvað þú veist þetta bara outlet fyrir okkur sko en ég vil alveg menna það ég ólst upp sko í Breiðholtinu og spilaði fótbolta með IR og handbolta og upplýði klefastemmingu alveg eins og hún gerist best sko. Þú hefur verið góður klefan Skástrík verst það var svo gaman veist, en það snerist ekkit einhverja konur Nei. Konur skipti engu máli það snerist bara að pissa á gæjan sem var með sjampó í hárinu sko. það heldur fyrir fórhúðuna svo pissar og sprengja sumur voru betri því en aðrir það er sem með mikla fórhúð sko. og ef eitthvað var með ómikið sjampó í hárinu þá sprautaði maður alltaf meira og hann var alltaf að reyna að skóla og fekk í augun og svo setti maður alltaf smá meira og hann var bara gæs hvað að gera? Vatn samt þá Nei, sjampó sjampó, ég var ekki viss hvort það var með það pissi Nei. Og það, þetta er bara svoleiðis og einhver tekur allar nærbuksurnar og setur þær onni í töskuna hjá einum og hann er bara, hvað hérna? Hann er að leita nærbuksunum sínum og þær eru allar onni í tösku hjá Bjarna sko bara, það er svona locker room eitthvað þetta snýst ekkert, mér finnst þetta aldrei snúast neitt eitthvað mikið konur, en þetta, fyrir mér breikkaði þetta bara á mig bakið og ekki endilega gerði það að þeim manni sem ég er í dag en ég er bara umburðalindi fyrir grínika hvert sjálfu mér því að veist, ég var bara lítill og asnalegur líka inn í klefa sko, en mér varst það bara stemming sko. Ég var tekin alveg og hengdur upp á nærbuksunum á einhvern snaga sko, því að ég var svo lettur og það eru þetta eitthvað sem er að hlusta núna sem er bara herðu, þú veist, þetta er ekki gott sem að segja og ekki heilbrigt sko, ok og eitthvað sem hefur verið inn í klefa og ekki liðið vel og það eru þetta alltaf eitthvað tilvík og er svona heilt yfir og þegar menn líka hætta í þóttum svona það er bara, shit, hvað ég sagt með þess að koma í klefan það er bara, einmitt, við tölum fríríki bara eins og mæti síkusalinn eða eitthvað þú veist, það er bara aðra reglur og ég held að við verðum að eiga staði sem eru þannig sko. Algjörlega, en ég held, þú veist það sem að mér finnst svona, kannski búið að breytast veist, bæði einhvern veginn finnst mér hlutinni mjög breyttir og ekkert breyttir en það sem er kannski mikilvægt eins og með svona, þú veist, lokkur stemningu eða þess að lokuðu hópa er bara, þú veist, ég kem alltaf inn með einhverja dánera, þú veist, er að við þurfum að vera meðvituð hverjir er inn í rýminu með okkur og þú veist, ef við erum alltaf að pissa á hvern annan, þú veist, eru allir að taka því með sama hætti eða er einhver sem er bara að internalisa Mér finnst sko, þetta verður svona bræðlag við erum í hópíþrótt til dæmis, við erum að keppa saman við förum út af völlinu með samrænt markmið ég upplegaði allan þannig, en ég var kannski ekki harðast á klúbnum, það var í Þróttur Reykjavík og örugglega meira toxikana hjá íringum sko ég myndi halda það allavega það er bara Dóri Gylfa og Bollarinn og allavega þú veist þannig að það er líka næmni skilur þú veist fyrir því út að við erum ekki bara skilur það er næmni þú veist hann var hengtur upp á snæð og sveppi gat tekið svo kannski næsti ekki skilur þannig að þú veist það verður líka treysta strákum fyrir að vera með næmni auðvitað eru þetta ekki alltaf svona þetta er ekki einsleitt en heilt yfir það held ég að svona strákahópar það er meira heilbrigð í þeim stundum heldur þeim að gefa kredit fyrir og maður var heldur ekkert eitthvað að pikka veist, maður vissi bara hverju var í stemmingu fyrir einhver rugli og þvælu og hanga lengur inn í klefa og vera í sturtu lengur eitthvað og maður er fljótur að sikta út þú ert ekkert að reyna að vera vondur við eitthvað sem að fer bara að grenja og fer bara heim skilur og vill ekki æfa skilur en ég heldur með að það sé kannski stóra breytingin í dag sem ég upplifi allavega er að veist, við erum á stærri hópur sem erum þarna veist, við erum bara eitthvað, ok, ég veit að þau geta tekið ég gera það hérna, ég gera ekki þig veist, við erum ára miklu duglegri og duglegri bara að eiga samtali og vera bara, þetta ekki fyndi, ok, ekkert mál fyrirgeðu Akkurat, sko. En á sama tíma er það kannski svona hópur sem stendur fyrir utan það
sem að, þú veist, fer bara í hérna svartur húmor fyrir ennþá lengra komna grúpa 5 eða eitthvað þú veist, og þar verið að nota húmor sem ekki lengur gálgahúmor eða einhver svona svartur húmor, það bara verið að nota pjúra hatushúmor. Og það náttúrulega fullt af ungum kallmennum sem eru reiðir og bældir og í tapstöðu í íslensku samfélagi og upplifa sig sem lúsera og þeir eru með segja ógeðslega hluti og ömurlegt grín, sko. Það bara til fullt af henni. En hvað getum við gert til þess að mæta þessum hópi? Ég veit það ekki. Bjóðum á hótel og 2 nótta og breakfast og nei, ég ekki hugið. Nei, ég veit. Þú veist, ég veit ekki. Ég held alveg, þú veist, sko, ok, gott að við sem ekki beinni. Þetta allan eitthvað sem ég hefur að hugsa núna. Já. Ég held að, þú veist, síðustu ár þá fókusu fór af ungum karlmennum, ungum drengjum sem var alast upp, skilur við. Og það var svolítið bara, þið eruð fyrst og fremst gerendur í samfélaginu og ég held að það verið upplöðari. Ég ekki að segja að fólk hafi verið að reyna að segja en ég hef heyrt marga tala það og marga foreldra sem eigi unga drengi tala það að drenginu þeirra, sko, þeir komu út úr þessu tímabili með svona bara, við erum ekki á dagskrá, við eigum ekki að vaða uppi og það búið að berja það niður. Skólakerfið ekki endilega búið til fyrir unga drengi með, þú veist, framheila sem ekki að virka og allt þetta og allar þessar greiningar og dót og þeir eru þar strax byrjaðir í tapstöðu og svo líka verið að segja við á að þeir séu ekki alveg nóg góðir. Ég held að margir hafi komið út úr þessu tímabili þannig og ég held að við séum með stóran hóp ungum mönnum sem eru reiðir, bældir og upplöfum sig í tapstöðu og það eru náttúrulega bara hættulegustu gaurar í samfélaginu. Akkurat. Held að. Svo bara klippið þetta út ef þetta er vitlaust. Nei, þetta er geggjað. Þetta er bara geggjað punktur, sko. Svo við kortist þá.